Fundurinn settur á Alþingi. Útbyttir á fundinum þingskjali 769 meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum og gjaldeyrismál stjórnar frumvarp. Forseti vill taka fram að gefnu tilefni að máli mun ekki koma á dagskrá fyrir jól. Tekið er fyrir 8. dagskrármáli breyting á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018 persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, stjórnarfrumvarp 77. mál á þingskjali 77. Nefndarálit er á þingskjölum 742 og 744. Breytingatillögur á þingskjali 743. Framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ágætu þingmenn, mig langar að kynna sérstaklega fyrir ykkur breytingatillögu sem að minnihluti umhverfis- og samgöngunefndar hefur lagt fram í þessu máli, en er að ræða örlitla breytingu á frumvarpinu þess efnis að samþykki meðlagsgreiðanda þurfi fyrir því að innheimtustofnun sveitarfélaga geti kallað eftir upplýsingum frá Fangelsismálastofnun annars vegar og félagsþjónustu sveitarfélaga hins vegar. Við teljum að eins og frumvarpið er búið að það sé of víðtæk heimild sem innheimtustofnun sveitarfélaga sem hefur með innheimtu meðlags að gera fær í frumvarpinu að geta kallað eftir upplýsingum alla meðlagsgreiðendur á Íslandi algjörlega óháð samþykki frá þessum tveimur stofnunum, það er að segja Fangelsismálastofnun og félagsþjónustu sveitarfélaga. Þetta eru það viðkvæmar persónuupplýsingar að við teljum það gríðarlega mikilvægt að meðlagsgreiðandinn sjálfur þurfi að veita samþykki fyrir því að slíkar upplýsingar séu veittar, enda á viðkomandi að fá að halda slíkum upplýsingum fyrir sig ef hann kýs svo. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég er ásamt hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur á þessu minnihlutaáliti og þessari breytingatillögu og mig langar til að segja það hér til viðbótar það sem kom fram í máli hv. þingmanns Helgu Völu að markmið þessa frumvarps er að renna stoðum undir og styrkja lagastoð fyrir vinnslu persónuupplýsinga. Þannig að gildandi réttur fullnægir skyldum nýrrar persónuverndarlöggjafar. Frumvarpið hefur tekið ýmsum góðum breytingum með meðförum umhverfis- og samgöngunefndar, en þetta sat þó eftir að mati okkar og við leggjum til þessar lágmarksbreytingar að tryggja rétt þessara aðila sem þarna gætir og Helga Vala hv. þingmaður fór vel yfir og mig langar til að hvetja þingheim til þess að samþykkja þessa breytingatillögu. Hún hefur eingöngu áhrif á þennan hóp og hún mun ekki hafa áhrif á þetta markmið sem ég var að lesa hér sem þetta frumvarp hefur og þetta er einfaldlega, við verðum að gæta okkur að stíga ekki of stór skref inn á svið persóna þegar við erum að breyta lögum og reyna að uppfylla þessi nýju persónuverndarlög. Þannig ég bara bið stuðning við þetta. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson atkvæðagreiðsluna. Ég er á sömu nótum en vil bæta við líka að almennt séð þá er verið að fá heimild til þess að safna persónuupplýsingum þeirra sem að greiða meðlag og í fleiri tilvikum þarna. Þá er komin heimild til þess rauninni að safna persónuupplýsingum alla sem að þar eiga hlut að máli óháð því hvort þið samþykki eða ekki. Það var ekki nógu vel farið yfir það álitamálarunni hvort að almennu persónuverndarlögin stoppuðu þetta þó að sé þar tekið fram að það megi einungis safna persónuupplýsingum sem að ef það er ástæða fyrir því, en þá er þetta samt heimild til þess að safna upplýsingar til dæmis þá sem að greiða meðlag í því tilviki. Þannig að það er svona ákveðin víxlverkun þarna á milli sem var ekki alveg nógu vel útskýrð. Þess vegna styðjum við Píratar þessa breytingatillögu og setjum annars hjá í öðrum atriðum. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég styð nefndarálit meirihlutans í þessu máli og breytingatillögu sem því fylgir, en vil koma því á framfæri hér að ekki er verið að víkka út neinar heimildir þannig frá því sem nú er og við verðum að muna þess að það alla tíð að þó að það sé tilteknar heimildir í lögum að sækja persónuupplýsingar þá gilda persónuverndarlögin alltaf og ganga framar. Þannig að
það verður alltaf að vera skýr tilgangur með vinnslu allra persónuupplýsinga og því getur þessi heimild aldrei orðin almenn eins og hér hefur verið látið að liggja. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég vildi bara koma hér upp og segja það að það var farið mjög vel yfir þetta mál í nefndinni. Það var haft ítrekað samráð bæði við persónuvernd og þá aðila sem að vinna þessar persónuupplýsingar sem þarna ræðir. Og þessi heimild til staðar í lögunum í dag, eða hefur verið farið svona, hún til þess, þessi heimild til þess að innheimtustofnunin sem á að vinna með þessar upplýsingar sé ekki að búa til óþarfa skuldir á þá einstaklingar sem þarna heyrir til, sem mismunandi erfitt að ná oft til og annað slíkt, án þess að fara djúpt yfir þetta. Þannig að ég vildi bara segja hér að þarna mun vinnslan vera til þess að ívilna fyrir þá sem þar heyra eða aðlaga sig að þeirra aðstæðum og það var farið vel yfir þetta í nefndinni og þess vegna mun ég standa bara með áliti meirihlutans óbreyttu. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég vil vekja á að hér sérlög að ræða og ég vil hvetja þingheim til þess og ekki síst stjórnarmeirihlutann að ljá núna þessari tillögu stjórnarminnihlutans atkvæði sitt. Þó var ekki nema eitt mál bara fyrir jól að samþykkja heilbrigða og skynsama tillögu og hún felur í sér að því þetta sérlög, þá verður þetta að vera skýrt að við förum ekki miðlun persónuverndarupplýsinga, viðkvæmra persónuverndarupplýsinga nema að það sé skýrt kveðið á í lögum. Þannig ég biðla til stjórnarmeirihlutans takið þátt í þessari tillögu með okkur. Þetta einföld skýr breyting. Það verið að skerpa á því að það sé ekki verið að miðla óþarfa viðkvæmum persónuverndarupplýsingum nema að skýrt samþykki liggi fyrir. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Helga Vala Helgadóttir öðru sinni. Herra forseti, ég kem hér upp til þess að leiðrétta það sem kom fram í máli hv. þingmanns Líneikar Önnu Sævarsdóttur. Persónuverndarlögin gilda vissulega en hér að ræða sérstaka undanþágu fyrir stofnunina til þess að sækja þetta víðtækar upplýsingar hjá Fangelsismálastofnun og félagsþjónustu sveitarfélaga hjá sveitarfélögunum. Mig langar að útskýra fyrir ykkur stöðuna. Það kann að vera að fangi sé í afplánun og vill bara áfram fá að greiða sitt meðlag þó að lögin segja að hann kunni að vera undanskilinn því. Fanginn vill mögulega ekki að upplýsingar hans veru í fangelsinu séu bara á víð og dreif, að innheimtustofnun fari og spyrjast fyrir það algjörlega án hans samþykkis. Sama má segja félagsþjónustu sveitarfélaga. Þar kann að vera íbúi sem meðlagsskyldur en vill mögulega ekki að starfsfólk bæjarskrifstofunnar í litlu sveitarfélagi viti af því að viðkomandi sé að greiða meðlag með barni. Þetta eru bara slíkar persónulegar upplýsingar að meðlagsgreiðandinn á að fá að eiga það bara undir sér hvort að allt starfsfólk skrifstofunnar veit umrætt barn eða ekki. Það nú bara svona. Þetta eru bara viðkvæmar persónuupplýsingar og ég bið þingheim að hugsa málið. Takk. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, það ekki eins og nefndarmönnum hafi þótt þetta léttvægt, svona almennt séð þetta frumvarp. Þetta hefur með persónuvernd að gera og persónulegar upplýsingar sem að ýmsar stofnanir ríkisins þurfa að geta leitað í til þess að geta sýnt lögbundnu hlutverki sínu. Það var auðvitað ítrekað farið yfir þetta mál og það var mat meirihlutans og mat meirihlutans að hjá því verði ekki komist að þessi lagasetning verði með þeim hætti sem hér boðað af hálfu meirihlutans. Persónuvernd gerir ekki við þetta athugasemdir og það voru færð fyrir nefndinni sterk rök fyrir því að sú breytingartillaga sem hér flutt gengir hreinlega ekki upp. Það of langt mál að fara út í það einhverja diskussjón eða umræðu það hér og nú, en þetta staðan. Það á grundvelli þessa sem að meirihlutinn
leggur til að niðurstaðan verði með þeim hætti sem að kemur fram í okkar nefndaráliti. Fyrst verða greidd atkvæði um 1. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 54 atkvæðum, 5 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 744 er breytingatillaga frá minni hluta umhverfis- og samgöngunefndar við 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Hafa allir hv. þingmenn og ráðherrar greitt atkvæði eins og þeir hugsa sér. Þá er henni lokið. Breytingatillagan er felld með 35 atkvæðum gegn 19, 6 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 743 töluliður 1 er breytingatillaga frá meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar við 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 49 atkvæðum gegn 6, 5 greiða ekki atkvæði. Það er óskað eftir í endurtaka atkvæðagreiðslunum verður orðið við því. Breytir atkvæði um tölulið 1 í breytingatillöguskjali frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 2. grein. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 51 atkvæði gegn 7, 1 greiðir ekki atkvæði. Það voru greidd atkvæði um 2. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. grein svo breytt er samþykkt með 47 atkvæðum gegn 5, 7 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði um 3. og 4. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 3. og 4. grein eru samþykktar með 53 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 743 töluliður 2 er breytingatillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar að á eftir 4. grein komi ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 54 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði og ný grein þar með ákveðin. Þá verða greidd atkvæði um 5. til og með 7. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 5. til og með 7. grein eru samþykktar með 54 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 743 töluliður 3 er breytingatillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 8. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 60 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði um 8. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 8. grein svo breytt er samþykkt með 54 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði um 9. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 9. grein er samþykkt með 52 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 743 töluliðir 4 og 5 eru breytingatillögur frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 10. og 11. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillögurnar samþykktar með 60 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði um 10. og 11. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 10. og 11. grein svo breyttar eru samþykktar með 54 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 743 töluliður 6 er breytingatillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar að á eftir 11. grein komi nýr kafli með 2 nýjum greinum sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillögurnar eru samþykktar með 54 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði og nýr kafli þar með ákveðinn. Þá verða greidd atkvæði um 12. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 12. grein er samþykkt með 54 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu. Enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Þá er tekið fyrir 9. dagskrármáli landgræðsla stjórnarfrumvarp 232. mál á þingskjali 247
Nefndarálit á þingskjali 745 og breytingartillögur á þingskjali 746. Framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, landgræðsla einn mikilvægasti þáttur landbóta og kolefnisjöfnunar og hana þarf að stórefla eins og við vitum öll. Það var því mikilvægt að bæta og breyta þessi gömlu lög, 50 ára gömlu lög, og nú hefur það tekist eftir 5 ára aflangan feril, en auðvitað verður betra gert síðar. Ég ætla að nota tækifærið og þakka samstarfsfólki mínu í hv. umhverfis- og samgöngunefnd fyrir samvinnuna og samstöðuna við nefndastörfin og hvet alla þingmenn til þess að styðja lögin í lokaafgreiðslu. Forseti biðst velvirðingar á því að hafa farið rangt með númer hv. þingmanns í Suðurkjördæmi. Hann mun vera 50. þingmaður Suðurkjördæmis. Ekki valdi forseta að breyta því. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég kem hingað upp eiginlega í þeim tilgangi að þakka umhverfis- og samgöngunefnd fyrir vel unnin störf. Þetta að mínum mati mjög mikilvægt skref einmitt varðandi landgræðsluna. Þetta var komin tími á það að fara vel í gegnum löggjöfina og sjá það hvernig við getum stefnt betur í vernd og sjálfbærri nýtingu jarðvegs og gróðurs, farið í kolefnisjöfnun og endurheimt líka vistkerfin. Það er verið líka að styrkja hlutverk landgræðslunnar. Ég tel það líka mjög mikilvægt. Það er verið að kannski að stíga skrefin í nútímann, en fyrst og síðast þá finnst mér mikilvægt að við tökum þetta skref í þeirri vegferð sem við erum að fara í átt að nýrri og vonandi betri framtíð. Þetta er gott mál. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég styð þetta frumvarp heils hugar og er ánægður með það að lög landgræðslu séu endurskoðuð, en ég skrifaði undir álitið með fyrirvara og fyrirvarinn felst í því að ég er óánægður með það að valdheimildir stofnunar eru víkkaðar svo mikið út, eins og reyndar algengt meðal stofnana í dag. Ég er óánægður með það og tel viðsjárvert og reyndar alltaf algengt í stjórnsýslunni, og þá er ég að tala sektavald sem fært landgræðslunni í hendur í 25. grein laganna. Ég er einnig óánægður með 24. grein, þar sem að dagsektir sem landgræðslunni heimilað að leggja á þá sem gerast brotlegir allt of há, 500.000 krónur, sem allt of mikið ílagt, og líka að landgræðslunni fali ný verkefni eins og kemur fram í 23. grein. Þá verður gengið til atkvæða og fyrst greidd atkvæði 1. grein frumvarpsins. Hefst nú atkvæðagreiðslan, vonandi bráðum. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein frumvarpsins er samþykkt með 60 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 746, töluliðir 1–14, eru breytingartillögur frá umhverfis- og samgöngunefnd við 2. til og með 28. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur breytingartillögurnar eru samþykktar með 60 samhljóða atkvæðum. Þá er það greidd atkvæðum 2. til og með 28. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til og með 28. grein svo breytt eru samþykktar með 59 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu. Ef enginn hreyfir andmælum, frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Tekið er fyrir 10. dagskrármálið þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður, frumvarp 471. mál á þingskjali 704, nefndarálit á þingskjali 750, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, þetta átti nú að vera atkvæðagreiðsluna. Ég var eilítið of sein, þannig að það skiptir svo sem ekki öllu máli. Ég ætlaði bara að lýsa yfir ánægju minni með því að þetta mál væri komið þetta langt, komið hingað að lokum, vegna þess að tilgangurinn er náttúrulega fyrst og fremst að auka gæði þeirrar vinnu sem við erum að sinna hérna á hverjum einasta degi. Og mér langaði fyrst og síðast að þakka öðrum þingflokksformönnum fyrir gott samstarf í að koma þessu máli áfram. Það er ekki alltaf einfalt þegar er að flokka við mismunandi nálgun og
En sérstaklega langar mig að þakka líka starfsfólki Alþingis fyrir þá vinnu sem þau lögðu af mörkum. Þetta skiptir náttúrulega máli með samhengi, þannig að ég bara þakka fyrir það ágæta samstarf sem náðist í þessu máli bæði af hálfu þingmanna, þingflokksformanna og starfsfólks Alþingis. Atkvæðagreiðslan stendur yfir 1. grein og henni lýkur þá núna. 1. grein frumvarpsins er samþykkt með 59 samhljóða atkvæðum. Þá verður greidd atkvæði 2. og 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. og 3. grein eru samþykktar með 60 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og frumvarpið gengur nú til 3. umræðu er það samþykkt. Fleira liggur þá ekki fyrir á þessum fundi en boðað er til næsta fundar þegar að loknum þessum fundi. Fundinum er slitið. Fundur er settur á Alþingi. Borist hafa 2 bréf frá umhverfis- og auðlindaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þingskjali 442 fjölda starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpa frá Karli Gauta Hjaltasyni og á þingskjali 505 útgáfu á ársskýrslum frá Óla Birni Kárasyni. Einnig hefur borist bréf frá heilbrigðisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 573 kærur og málsmeðferðartíma frá Birni Leví Gunnarssyni. Svo háttar til annað til og með 11. dagskrármálið að of skammt er liðið frá umræðu í þeim og of skammt er liðið frá útbýtingu breytingartillögu á þingskjali 767. Þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka megi málin og breytingartillögun á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla þau afbrigði. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 60 samhljóða atkvæðum. Tekið er fyrir 1. dagskrármálið kosning eins varamanns í stað Vilborgar G. Hansen í Bankaráð Seðlabanka Íslands til 1. þings eftir næstu almennar alþingiskosningar samkvæmt 26. grein laga nr. 36/2001 Seðlabanka Íslands. Mér hefur borist eitt nafn, Valgerður Sveinsdóttir. Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal, lýsi ég Valgerði Sveinsdóttur rétt kjörna sem varamann í Bankaráð Seðlabanka Íslands. Tekið er fyrir annað dagskrármálið fjáraukalög 2018 stjórnarfrumvarp 437. mál á þingskjali 599 með áorðnum breytingum á þingskjali 699 og breytingartillaga er á þingskjali 767. 3. umræða. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson. Virðulegi forseti, við erum hér við 3. umræðu fjáraukalög 2018. Nefndin hélt fund hér á milli umræðna og umræðuefni var fjárhagsstaða og rekstrarhorfur hjá heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni. Það háttar þannig til að hv. fjárlaganefnd hefur bæði á síðastliðið haust og á þessu ári, á þessu hausti, hitt stjórnendur heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni og er ágætlega meðvituð stöðu heilbrigðisstofnana. Og við fjárlagagerðina árið 2018 var bætt við 400 milljónum króna, auk þess að leggja þá til breytingartillögu verulega fjármuni til tækjakaupa og þessum
400 milljónum var síðan með varanlegum hætti, eins og sagt bætt inn í rekstrargrunn þessara stofnana, auk þess sem við 2. umræðu fjárlaga hér í haust gerði meirihluti fjárlaganefndar tillögu um breytingu á fjárlögum eða fjárlagafrumvörpunum vegna framlaga til kaupa á myndgreiningarbúnaði fyrir heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni. Við fengum á okkar fund í dag fulltrúa frá velferðarráðuneytinu og fyrir okkur lá líka erindi frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands og við fórum í gegnum þessu umræðu. Það því miður að þrátt fyrir þessar breytingar sem gerðar voru í fyrra á rekstrargrunni heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni þá eru erfiðleikar í rekstri þessara heilbrigðisstofnana og við vorum ágætlega upplýst það og þá stöðu. Og það mjög alvarlegt mál og við drögum engan fjöður yfir það að á þessu þarf að taka með nokkuð heildstæðri nálgun og miklu vandaðri umræðu heldur en við getum endilega brugðist við vanda einstakra heilbrigðisstofnana við 3. umræðu fjáraukalaga. Eins og segi, það þarf að bregðast við því við miklu vandaðri og betur undirbúna og dýpur umræðu heldur en við höfum færi á að taka þar. Varðandi Heilbrigðisstofnun Suðurnesja sérstaklega þá fékk sú stofnun ríflega 50 milljónir af þeim 400 milljónum sem bætt var inn í rekstrargrunn þeirra í fyrra og síðan með varanlegum hætti núna í haust til þess að mæta því sem við getum sagt sé hröð fjölgun íbúa. Þannig að það hefur verið brugðist við þeim gagnrýnisþætti sérstaklega og þeir fjármuni verða þá áfram inn í þeirra rekstri. En fjárlaganefnd leggur áherslu á það að fyrir vinnu fjármálaáætlunar kemur nú fram á vorþingi og við undirbúningu næstu fjárlaga þá verði búið að fara betur yfir og taka nánari rýni á rekstur heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni því að við viljum ekki að við séum einhverjum hætti að valda þeim meiri vandræðum þess vegna þessi staða vonbrigði eftir þær aðgerðir sem við höfðum gripið til og töldum okkur vera búin að koma þeim þætti heilbrigðiskerfisins betur fyrir vind en nú virðist vera raunin. Virðulegi forseti, við gerum ekki breytingar tillögu hér á milli umræðna en ég vil bara að lokum aðeins taka það fram að hv. fjárlaganefnd áfram það að vinna með velferðarráðuneyti og hæstv. Heilbrigðisráðherra af því að greina stöðu þessara mikilvægu stofnana sem eru allt í kringum landið og að með samstilltum aðgerðum náum við að bæta rekstur þeirra. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, það má öllum vera ljóst hér í þessum sal að heilbrigðisstofnanir út landið eiga við rekstrarvanda að stríða. Það ræddum við hér þegar við ræddum og afgreiddum fjárlagafrumvarpið. Við í Samfylkingunni lögðum fram breytingartillögu upp á 800 milljónir króna sem færu í að rétta þessa stöðu við þannig að heilbrigðisþjónustan út allt land væri góð við alla íbúa. Þessari ágætu tillögu hafnaði stjórnarmeirihlutinn. En af hverju erum við þá að ræða þetta núna þar sem búið að hafna tillögum og búið að taka pólitíska ákvörðun hjá stjórnarmeirihlutanum að viðhalda þessum vanda heilbrigðisstofnananna út land fyrir árið 2019? Jú, það vegna þess að við erum núna á síðasta degi fyrir jól að ræða fjáraukalög eða frumvarp til fjáraukalaga sem hefur verið hér inni í þinginu í viku. Og það þannig, herra forseti, að aðstæður á Suðurlandi, í Suðurkjördæmi, reyndar hjá báðum heilbrigðisstofnunum þar, eins og passar við og má rökstyðja mjög vel að passi við 26. grein laga opinber fjármál sem fjallar frumvarp til fjáraukalaga.
Þar stendur, með leyfi forseta: „Ráðherra er heimilt, ef þess gerist þörf, að leita aukinna fjárheimilda í frumvarpi til fjáraukalaga til að bregðast við tímabundnum, ófyrirséðum og óhjákvæmilegum útgjöldum innan fjárlaga ársins.“ Og ef við tökum Heilbrigðisstofnun Suðurnesja sérstaklega fyrir, þá er það þannig að á síðustu 3 árum hefur íbúum á Suðurnesjum fjölgað um 22%. Um 22%. Nú, einhverjar milljónir hafa komið inn 2017 og 2018 til þess að mæta þeirri stöðu. Það er alveg augljóst að ef að stofnunin á að fara með halla vegna íbúafjölgunar inn í árið 2019, þá þarf hún að skera niður fyrir þeim halla og auk þess að reyna að berjast við að þjóna íbúum Suðurnesja sem að fjölgar stöðugt og hefur fjölgað mikið á þessu ári, ef við horfum á það sérstaklega. Og það segir í 30. grein laga um opinber fjármál: „Útgjöld sem eru umfram fjárheimild í árslok skulu dragast frá fjárheimild næsta árs“, sem þýðir það að stofnunin er að fara með í það minnsta 60 milljón króna halla sem hún þarf að draga frá fjárheimildum sem samþykktar hafa verið hér fyrir árið 2019. Þetta þýðir bara enn meiri vanda en nú þegar er, og ég sem Suðurnesjamaður þekki á eigin skinni í hvaða vanda stofnunin er, og það þekkjum við Suðurnesjamenn mjög vel. Og það er vitað og hefur komið fram samkvæmt upplýsingum frá opinberum aðilum að Suðurnesjamenn sem hafa skráð sig hjá einkareknu heilsugæslustöðvunum á höfuðborgarsvæðinu eru mjög margir. Ríkið borgar fyrir þá þjónustu og er bara að opna sína vasa fyrir þeirri þjónustu, en getur ekki greitt fyrir opinbera þjónustu í landshlutanum fyrir Suðurnesjamenn. Og þetta er sannarlega til umhugsunar hér, og mér finnst að fjárlaganefndarmenn og við öll hér sem erum með fjárveitingavaldið að maður að staldra við og hugsa hvort það sé ekki betra fyrir íbúana á Suðurnesjum og fyrir opinbera heilbrigðiskerfið að við styrkjum það til að þjóna íbúanum, en að það sé ekki betur settir Suðurnesjamenn sem geta sótt sér þjónustuna í einkareknar heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu. Og ef við horfum á íbúasamsetninguna á Suðurnesjum, þá er hún líka óvenjuleg. Það er ekki bara það að fjölgunin sé langmest á öllu landinu þar, heldur eru 25% íbúanna með annað móðurmál heldur en íslensku, og hlutfall öryrkja er hærri á Suðurnesjum heldur en á öðrum stöðum á landinu, og ungt fólk með sérstök vandræði eru líka í hærra hlutfalli en annars staðar. Og það er sannarlega ástæða til að líta til Suðurnesja sérstaklega og í þjónustu ríkisins við Suðurnesjamenn. Enda samþykkti meirihlutinn bókun við ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2019 til 2023 að það ætti sérstaklega að líta til Suðurnesja, vegna þess að þessi staða var ekki að bara komast upp í gær, menn voru ekki átt að segja á þessari stöðu í gær, heldur þegar að fjármálaáætlun var rædd hér voru menn mjög meðvitaðir þessa stöðu og samþykktu sem pólitíska yfirlýsingu en það ætti að líta sérstaklega til Suðurnesja á árunum 2019 til 2023. En það er ekki gert. Heldur hefur verið tekin pólitísk ákvörðun að leggja minna í Heilbrigðisstofnun Suðurnesja heldur en aðrar stofnanir á landinu. Síðastliðin 4 ár. Síðastliðin 4 ár. Var forseti að segja eitthvað við mig? Nei, það var gott. Síðastliðin 4 ár hafa fjárveitingar til heilbrigðisstofnana út landið verið á milli 17 og 19%, nema á Suðurnesjum, þar sem það hefur verið 12,9%. Þó er staðan þar svona sérstök. Og þess vegna segi ég það, við eigum að nota þetta tækifæri sem við höfum hér til þess að sjá til þess að stofnunin fari ekki með neikvæða stöðu inn í árið 2019 og segja:
Við bara vissum ekki þegar við samþykktum hér fjárlög fyrir árið 2018 að íbúðum myndi halda áfram að fjölga svona mikið á Suðurnesjum. Það var ófyrirséð og þess vegna notum við fjáraukalögin til þess að laga þá stöðu. Og það liggur beint við. Og það er pólitísk yfirlýsing á prenti hjá meirihlutanum að það eigi að líta sérstaklega til þessarar stöðu og látum það nú verða í verki með því að samþykkja breytingartillögu sem að sú sem hér stendur og hv. þingmaður Inga Sæland og Birgir Þórarinsson leggjum hér fram. Við viljum líka skoða sérstaklega Heilbrigðisstofnun Suðurlands sem að líka glímir við rekstrarvanda. Og það vita allir og það hefur margoft verið rætt hér í þessum sal. Og þá hefur sérstaklega verið horft á vegakerfið og aðstæður lögreglunnar, en það þarf líka að horfa á heilbrigðiskerfið þegar við horfum á hvernig ferðamenn fara hér um landið. 97% allra erlenda ferðamanna sem koma til landsins fara um Suðurland. Og það eru líka stórar sumarhúsabyggðir á Suðurlandi. Íslendingar ferðast líka mikið um Suðurland. Og því miður þá verða slys og fólk verður veikt. Og það þarf að komast á bráðadeildina á Selfossi. Aukningin á heimsóknum á bráðadeildina eða slysadeildina á Selfossi er ekki 10% á undanfarnum 4 árum, ekki 20%. Þetta eru 64%. Og vitanlega þarf að bregðast við þessari stöðu. Sú stofnun er líka í mjög neikvæðri stöðu og það er mjög auðveldlega hægt að samþykkja breytingartillögu við fjáraukalega frumvarpið sem til þess að segja það komu fleiri ferðamenn, það urðu fleiri slys á Suðurlandi heldur en að við gerðum ráð fyrir. Við þurfum að bregðast við því og þess vegna samþykkjum við auka krónur til rekstrar í Heilbrigðisstofnun Suðurlands til þess að stofnunin fari ekki með neikvæðan höfuðstól inn í árið 2019 og þurfi að skera niður enn frekar. Þetta varðar þjónustu, þetta varðar heilbrigðisþjónustu, þetta varðar grunnþjónustu við fólkið í Suðurkjördæmi. Og þess vegna bið ég ykkur, ég má auðvitað ekki segja það, þess vegna segi ég, herra forseti, hv. þingmenn sem að skilja þessu stöðu, hv. þingmenn sem að samþykktu að setja bókunin inn í fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 til 2023, hljóta að greiða atkvæði með breytingartillögunni sem að hér verður borin upp til atkvæða á eftir. Og, herra forseti, mér finnst það satt að segja vera mikið skandall, eða ég er að reyna að leita orðinu sem ég á að nota, ef að stjórnvöld taka þá pólitísku ákvörðun að bregðast ekki við þessum mikla íbúafjölda og þessari fjölgun sem orðið hefur núna á undanförnum árum á Suðurnesjum og svelta heilbrigðisstofnanirnar og pína fólkið til þess að sækja sér þeir sem það geta þjónustu á höfuðborgarsvæðinu. En hvað gera þeir þar? Þar er kassinn opnaður og peningar greiddir. En það er ekki allir sem að eiga þennan möguleika og þetta er bara klár mismunun. Ég vona, herra forseti, að ég hafi sannfært einhvern hér í þessum sal að greiða atkvæði með breytingartillögunni. Mér er mikið niðri fyrir. Þetta kemur frá mínum innstu hjartarótum. Ég er að tala lykilstofnanir í kjördæminu. Stoðirnar undir byggðirnar. Hver vill búa til lengdar við fjársvelta heilbrigðisþjónustu í góðærinu sem er búið að lýsa svo fjálglega fyrir okkur hér í hinum ýmsu ræðum, bæði hér í þessum sal og einnig hafa ráðherrar farið góðærið orðum í fjölmiðlum. En það á ekki
að leyfa okkur á Suðurnesjum að njóta þess, allavega þegar kemur að heilbrigðisþjónustu. Herra forseti, ég hef lokið máli mínu og treysti því að ég hafi fengið minnstakosti þau 6 atkvæði sem ég þarf til þess að fá meirihluta fyrir þessari tillögu. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, sú breytingartillaga sem hér var mælt fyrir undirstrikar bráðafjárhagsvanda viðkomandi heilbrigðisstofnana og það er auðvitað mjög sláandi að við þessu hafi ekki verið brugðist. Það var rætt þetta í sérstakri bókun fjárlaganefndar í tengslum við fjármálastefnu árunna 2019 til 2023 að við þessu þyrfti að bregðast, en það var ekki gert. Það voru lagðar hér fram ítrekaðar breytingartillögur í meðferð fjárlaga fyrir árið 2019 sem að meirihlutinn kaus að fella allar. Það er ekki stjórnmálastæða fyrir morgun. Það er bara svo sérstakt að horfa upp á þá stöðu að á sama tíma og langmesta fólksfjölgunin hefur orðið á þessu svæði eru þetta þær stofnanir sem hlutfallslega fá minnst í sinn hlut. Raunaukning framlaga til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja er liðlega 12% á árunum 2014 til 2018, meðan að raunaukning til annarra heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni er á bilinu 16 til 19%, en samt er fólksfjölgunin á þessu svæði nær þreföld meðal fólksfjölgun á landinu öllu. Mér er það alveg algjörlega óskiljanlegt af hverju stjórnarmeirihlutinn hefur kosið að skella algjörum skollaeyrum við þessari stöðu og þessari þróun. Það er auðvitað ekkert óvænt eða ófyrirséð í þessu. Það hefur verið ítrekað varað við þessu. Fjárlaganefnd meirihluti hennar hafði varað við þessu sjálfur. En eftir sem áður kýs meirihlutinn að gera ekkert í málinu. Það er miður að sjá. Það má alveg velta upp þeirri spurningu hvort að þetta sé að uppfylla kröfur sem gerðar eru til fjáraukalaga varðandi það að hér séum ófyrirséð útgjöld sem ekki hefði mátt bregðast við með öðrum hætti. Sannarlega mátti bregðast við þessu með öðrum hætti með því að samþykkja til dæmis breytingartillögur minnihlutans, bæði af hálfu Samfylkingar og af hálfu Viðreisnar sem lagðar voru fram til þess að reyna að ráða bót á þessari stöðu. En ég hygg að það verði ekkert mikið vandamál af hálfu meirihlutans að horfa fram við því að það á við flest þau atriði sem eru í þessum fjárauka hvort eð er. Þannig að meirihlutinn hlýtur að geta þá tekið sig saman í andlitinu og lyft undir með þessum stofnunum sem hér eiga í hlut. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Hv. þingmaður Haraldur Benediktsson og varaformaður fjárlaganefndar rakti það mjög vel hér hvað búið er að gera og hversu meðvituð fjárlaganefnd er öll stöðu heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni, allra. Og ég ætla ekki að rengja eitt eða neitt sem hefur komið hér fram í máli þeirra sem að tala fyrir hönd minnihluta þegar kemur að tölfræði. Fjárlaganefnd hefur fengið forstöðumenn heilbrigðisstofnana á sinn fund bæði í tengslum við fjárlagavinnu 2018 og svo nú 2019 og staðan er víða erfið, snúin og ef við tökum Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þá fékk fjárlaganefnd forystumenn sveitarfélaganna á sinn fund sem að færðu ágætisrök fyrir þeirri þróun sem hefur átt sér stað þar og er alveg rétt sem hefur hér komið fram bæði í máli hv. þingmanns Þorsteins Víglundssonar og máli hv. þingmanns Oddnýjar Harðardóttur að það er samsetningin bæði samsetning íbúa og
og örari fjölgun heldur en víðast annars staðar sett aukið álag á heilbrigðisstofnunina. Það er alveg rétt. Fyrir fjáraukalagafrumvarpið kom fjárbeiðni frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands. En þetta er vandi sem hefur verið að þróast frá 2014 og meirihluti fjárlaganefndar ákvað að það væri mjög hæpið, og það er ekki bara hæpin skilaboð, það er bara hæpið ef við rýnum lög um opinber fjármál, 27. grein, að bregðast við vanda einnar tiltekinnar stofnunar. Við höfum lagt á það áherslu í fjárlaganefnd að fara í heildstæðar aðgerðir fyrir þessar stofnanir og það verði gert með því verkfæri sem heitir endurskoðun ríkisfjármálaáætlunar og er núna eftir par mánuði á vorþingi, þar sem verði tekið á þessum vanda allra heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni með heildstæðum hætti. Og þá vil ég ítreka að verði tekið sérstaklega tillit til út frá íbúaþróun og ferðamannafjölda þessara stofnana sem hér hafa helst til verið ræddar, Heilbrigðisstofnun Suðurlands og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Það er það verkfæri sem að lög um opinber fjármál gefa okkur í þessu og við getum ekki verið svo heilög þegar aðalumræðan hér í 2. umræðu fjáraukalagafrumvarpið var að hér væru einhver tiltekin útgjaldatilefni stæðust tæpast lögin að vera ófyrirséð, tímabundin og óhjákvæmileg, að ætla svo að taka hér út eitt tiltekið málefni og bregðast við því. Ég lagði á það áherslu og legg á það áherslu að við nýtum þau verkfæri sem að lögin geyma áður en við grípum til slíkra úrræða sem fjárauki er. Það var sérstakt markmið að draga úr umfangi fjárauka og það gerum við ekki með því að bregðast við vanda með eitt tiltekið málefni, þó að ég leggi á það áherslu hér í lokin, virðulegi forseti, að það er sameiginlegur skilningur allrar hv. fjárlaganefndar á þessu verkefni sem við eigum að kalla fast eftir í samstarfi við allar stofnanir og hæstv. Heilbrigðisráðherra og leysa þennan vanda. Tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég tók þá ákvörðun núna bara fyrir klukkutíma rúmum síðan að hlaupa hv. þingmann Oddnýju G. Harðardóttur uppi til þess að fá að vera með henni á þessari breytingartillögu. Og hver er ástæðan? Jú, hún er í rauninni fordæmalaus. Við höfum aldrei áður staðið fyrir annarri eins fólksfjölgun á einum stað á landinu eins og við erum að horfast í augu nú. Og maður spyr sig á sama tíma og að verða að segja að þetta sé vitað hver vandinn er mikill. Er nóg að við sem höfum fjárlagavald eða við sem að útbýtum gæðana til landsmanna að við segjumst vita hlutina en viðurkennum leið að við ætlum ekki að bregðast við þeim? Það er dapurt að vera þingmaður þjóðarinnar ef maður í rauninni veit það í hjartanu að það sé mikill vandi á ferðinni en á sama tíma þá segjum við en sjáum við til, við ætlum bara að bregðast við honum seinna. En staðreyndin er sú að þegar ég var að velta þessu fyrir mér í dag, í annað sinn sem að ég sit fund fjárlaganefndar, þá er ég að velta fyrir mér erum við hér með að mismuna þegnunum? Erum við að mismuna þegnunum því við vitum að það er vandi út allt land? Og það er ekki eins og það sé ekki vitað. Við erum að leggja 400 milljónir króna inn í þennan vanda. Það er verið að reyna að útbýta honum gæðunum hvað það varðar og reyna að jafna það á milli þar sem þörfin er mest. En á sama tíma þá erum við að horfa á fordæmalausa
fólksfjölgun á Suðurnesjum yfir 22%. Bara núna eins og unglingarnir segja, bara á 0,1. Þetta algjörlega fordæmalaust. Þannig það ekki okkar í rauninni? Það ekki okkar sem förum með fjárveitingavaldið? Það ekki okkar sem úthlutum og miðlum gæðanna til þegnanna? Að sýna minnsta kosti að við öxlum þá ábyrgð og ef eitthvað fordómalegt kemur upp sem í rauninni er ófyrirséð ennþá, þetta ófyrirséð ennþá hver vöxturinn raunverulega verður því að það ekkert lát á honum, virðulegi forseti. Þannig ég segi, ég er stolt af því að fá að vera flutningsmaður með hv. þingmanni Oddnýju G. Harðardóttur á þessari breytingartillögu núna. Hvort sem það heitir, þetta er síðasta tækifærið okkar, þetta jú fjáraukalögin og síðasta tækifærið okkar til þess að bregðast við, raunverulega bregðast við. Raunverulega á þess að stinga hausnum í sandinn og segja bara, já, við vitum að þetta vandi en við ætlum ekki að gera neitt og við ætlum að bíða eftir því þangað til seinna, þangað til eftir áramótin, þangað til að við förum í áætlun, fjármálaáætlun næstu ára. Þannig ég segi, ég hvet bara alla til þess að horfast í augu við þetta fordæmalausa ástand, þessa miklu breytingu sem hefur orðið á umgjörðinni og ég bara hvet okkur til þess að axla ábyrgð. Ég hvet okkur til þess að virða það að fólk á að eiga rétt á því að nýta sér heilbrigðisþjónustu í sinni heimabyggð. Það á ekki að þurfa að hlaupa á milli byggðarlaga til að reyna að leita sér læknishjálpar. Það í rauninni síðasta sorg. Þannig ég hvet bara alla til þess að stíga fram núna ef það nokkur einasti kostur lagalega séð að við séum að standa í lappirnar, þá hvet ég okkur öll til að gera það og sérstaklega háttvirta fjárlaganefnd sem ég veit að hefur staðið sig með sóma, það vantar ekkert upp á það og auðvitað þetta koma inn algjörlega á síðustu metrónum en það ekkert að koma of seint inn. Við getum klætt það í jólabúninginn því að við erum að fara í jólafrí. Þannig að við getum sendt þessa gleði á Suðurnesið sem sannarlega þurfa á henni að halda. Þannig ég segi bara enn og aftur, gleðilegu jól kæru landsmenn og kæru alþingismenn. Takið nú utan um málið og hjálpumst að við að gera þetta mögulegt. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti. Ég vil nú byrja á því að þakka hv. þingmanni Oddnýju G. Harðardóttur fyrir mjög góða ræðu hér áðan. Hún lýsti þessum vanda þessara heilbrigðisstofnunar Suðurnesja og heilbrigðisstofnunar Suðurlands mjög vel og ég hef sjálfur sér ekki við neinu þar að bæta. Ég vil geta þess hér að sá sem hér stendur hefur flutt breytingartillögur til þess að mæta þessum vanda bæði við fjárlög og fjármálaáætlun á síðasta þingi og þær tillögur voru allar felldar. Og hv. þingmaður Haraldur Benediktsson sagði hér áðan að það þyrfti að taka dýpri umræðu málefnið. Ég átta mig ekki alveg á þessum orðum vegna þess að vandinn svo augljós að það þarf ekki að taka neitt dýpri umræðu hann. Það þarf bara að leysa vandann og það gerum við með því að auka fjárheimildir til þessara heilbrigðisstofnana vegna þess að þær hafa verið látnar sitja á hakanum og sérstaklega Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Þar eins og hér hefur verið nefnt á svæðinu fordæmalaus fólksfjölgun en á sama tíma fær til dæmis Heilbrigðisstofnun Suðurnesja hlutfallslega lægri fjárveitingar heldur en aðrar stofnanir á landsbyggðinni. Og það þarf ekki að taka neitt dýpri umræðu það. Þetta bara ljóst, þetta liggur fyrir. Það þarf að ráðast á rótum vandans og það ekki nóg að tala bara vandann eins og í fjármálaáætlun. Tala bara vandann að standi til og svo framvegis. Jú, það stendur í fjármálaáætlun frá 2019 til 2023 en það á ekkert að gera fyrir árið 2019. Þannig að þetta alveg ljóst í mínum huga að það eins og að sé svona einhver verkkvíði hjá ríkisstjórninni að takast á við þetta mál. Þetta einfalt mál og ég minni það til dæmis á það hér að fyrir síðustu kosningar að þá var það kosningaloforð Framsóknarflokksins sem birti heilsíðu auglýsingu á Suðurnesjum það að setja 2 milljarða króna til uppbyggingar á Suðurnesjum og þar á meðal í Heilbrigðisstofnun Suðurnesja.
Á sama tíma fella allar breytingartillögur það að bæta í fjárheimildir til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Þannig að við sjáum það að það er enginn vilji hjá ríkisstjórnarflokkunum, Sjálfstæðisflokki, Framsóknarflokki og Vinstri grænum til þess að leysa þennan vanda. Og það náttúrulega bara alvarlegt mál, herra forseti, að menn skuli ekki gera sér grein fyrir því hvernig ástandið er. Og ég nefni það hér eins og til dæmis á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja að þar er biðtíminn eftir símatíma, takið eftir símatíma til læknis 3 vikur. 3 vikur. Það sjá það allir að þetta er bara ófremdar ástand og fólk, íbúar á Suðurnesjum farin að leita til Reykjavíkur til að sækja sér heilbrigðisþjónustu og fara þar á heilsugæslustöð. Þannig að það er tímabært að menn fari nú að standa við stóru orðin og hætta að tala vandann og fara að taka á honum. Nú, það verið að tala það að sé eitthvað álitamál hvort að þetta er heima, þessi breytingartillaga sem ég meðal annars stend hér hvort að hún er heima í fjáraukanum. Nú, við vorum að ræða hér fjáraukann í gær og þar eru fjölmörg atriði innan fjáraukann sem eiga ekkert heima þar inni. En þá spyr maður sjálfan sig, sáu menn þetta fyrir, sáu menn vandann fyrir og ef menn segja já, þá á hann ekki heima í fjáraukanum. En ég segi nú bara eins og stjórnvöld sá ekkert þennan vanda fyrir vegna þess að þau hafa ekkert brugðist við. Það er bara þannig. Þannig að ég sé ekki að þetta falli eitthvað utan þess að fara inn í fjárauka vegna þess að þetta er ófyrirséð. Þetta er fólksfjölgun sem á sér enga hliðstæðu og það er siðferðileg skylda okkar þingmanna að bregðast við svona vandamáli þegar að fólksfjölgun er svona mikil sem raun ber vitni og ég bind mikla vonir við það að menn átti sig nú á því að það þarf að bregðast við þessu og það þarf orðum þurfa að fylgja athafnir og það er ekki nóg eins og ég sagði hér áðan að tala endalaust vandamálið. Og við skuldum fólki það, íbúum á þessum svæðum bæði á Suðurlandi og á Suðurnesjum að taka á þessum vanda. Nú, til dæmis varðandi Suðurlandi þá eru það náttúrulega fordæmalaus fjölgun ferðamanna sem hefur haft veruleg áhrif á þá stofnun. Það er vandi í Vestmannaeyjum. Við sjáum það að þar er ekki fæðingarþjónusta, þannig að það þarf á mörgum sviðum að bregðast við ekki bara varðandi heilsugæsluna, heldur líka almennu sjúkrahúsþjónustuna hjá þessum tveimur stofnunum og ég hvet þingmenn til þess að samþykkja þessa tillögu. Hún er sanngjörn og eðlileg og ég vona að menn sýni það í verki að þeir vilji standa við það sem að þeir hafa sagt þessar stofnanir að það þurfi að mæta þeim. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Ég hef mikið talað þessi skilyrði laga opinber fjármál að til þess að það geti talist vera hluti af því að taka inn í varasjóð eða fjáraukann að þá þurfi að vera ófyrirsjáanleg, óhjákvæmileg, tímabundin og ekki unnt að bregðast við með öðrum hætti. Ég get alveg tekið undir það að þetta eru ófyrirsjáanleg útgjöld. Fjölgunin var meiri, gert var ráð fyrir. Og gert ráð fyrir ákveðin fjölgun, hún var meiri. Það var ekki fyrirsjáanlegt. Sú breyting er fyrirsjáanleg fyrir næsta ár. Þannig að það er ekkert að taka þau rök fyrir næsta ár. En þá ætti að vera búið að gera upp þann mun sem var á með þá fjölgun sem var í ár fyrir næsta ár. Hvort það sé nákvæmlega nægilega vel gert, veit ég ekki. Í kjölfarið af því að þessari fjölsfjöldabreytingu þá er það að sjálfsögðu óhjákvæmileg útgjöld sem að verða í kjölfarið. Fólk einfaldlega sækir sér læknisþjónustu, það fólk sem að bætist þarna við og flytur þangað. Þá er stóra spurningin hvort að þetta sé tímabundin útgjöld. Og þar pældi ég aðeins í því hvort að vandamáli væri að þetta væri tímabundin framlög, ekki varanleg framlög til fjárveitinga. Og hins vegar hvort að vandamálið sjálft væri tímabundið ekki. Vandamálið sjálft er augljóslega ekki tímabundið. Fólksfjölgunin varð og það er ekki tímabundið við það. En hins vegar segir í lögum opinber fjármál að skal gera ráð fyrir
þess að bregðast við útgjöldum sem eru tímabundin. Það er bregðast við útgjöldum sem eru tímabundin. Útgjöld sem verða vegna þess að fólksfjölgun varð meiri heldur en var gert ráð fyrir, að bregðast við nákvæmlega þeim mun er tímabundin framlag, er tímabundin útgjöld vegna þess. Það á ekki við á næsta ári, því þá er sá grunnur og sú fólksfjölgun komin. Þannig á því skilyrði að það var gert ráð fyrir, segjum 10% aukningu, hún varð 20%, gefum okkur bara þær tölur, að þá er það tímabundin breyting, útgjaldabreiting, þessi 10% sem þar munar. Og á þeim forsendum að þá tel ég að það sé augljóst að það sé hægt að rökstyðja þetta sem svo að þetta eru ófyrirsjáanleg útgjöld. Kannski var áætlunin léleg. Það má vel spyrja sig að því hvort að áætlanagerðin hafi verið nægilega nákvæm og nægilega vel hugsuð, en niðurstaðan var samt svo. Í kjölfarið er hún óhjákvæmileg út af því hvernig þetta er almenn heilbrigðisþjónusta, og á þessum forsendum að það var þessi breyting í ár, og þá er hún tímabundin fyrir árið í ár, þetta framlag sem væri sett á fjáraukann. Það á ekki við á næsta ári. Það væri ekki hægt að lagfæra þetta sem vantar á næsta ári ef það hefur ekki verið gert ráð fyrir því í fjárlögum 2019. Þá er það ekki lengur orðið tímabundið eða ófyrirsjáanlegt eða neitt svoleiðis. Þannig á þessum forsendum að þá tel ég að það sé hægt að rökstyðja. Ég var ekki á því. Til að byrja með voru mín fyrstu viðbrögð að þetta væri ekki tímabundin útgjöld. En fólk var að svona klóra aðeins í þetta og velta fyrir sér hvort þetta væri tímabundið vandamál eða ekki, tímabundin útgjöld eða ekki, og á hvaða forsendum það var hægt að rökstyðja á sitthvorum staðnum, hvað ætti við samkvæmt lögum um opinber fjármál. Og ég tel að miða við þau ströngu skilyrði sem eru sett í lögum um opinber fjármál, þá sé þetta óhjákvæmileg niðurstaða samkvæmt þeim skilyrðum, að bara munurinn á fólksfjölguninni milli þess sem var gert ráð fyrir og raunfjölguninni og bara fyrir árið í ár passi innan laga um opinber fjármál. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og er umræðu lokið. Verður nú gengið til atkvæða og rétt að hringja í því skyni. Nei, þetta er gott. Meinar þú meira? Já. Já, ég meina þessu. Þetta er alveg eins og ég sagði þér. Á þingskjali 767, já, það er rétt að upplýsa alla hv. þingmönnum að umræðum um annað dagskrármálið er lokið og verður þar af leiðandi gengið til atkvæða. Á þingskjali 767 er breyting frá Oddnýju G. Harðardóttur og fleirum og hefst nú atkvæðagreiðslan um hana. Fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti.
Það er öllum ljóst að ekki hefur verið brugðist með fullnægjandi hætti við fjölgun íbúa annars vegar og fjölgun ferðamanna hins vegar á Suðurnesjum og Suðurlandi þegar kemur að fjármögnun á heilbrigðisstofnununum tveimur sem þar eru. Það var hughristandi að heyra bæði háttvirtan formann fjárlaganefndar og varaformann fjárlaganefndar gefa þær yfirlýsingar hér áðan í umræðunni að á þessu verið tekið og það mun sannarlega ekki standa á mér að taka á þessu með þeim í fjárlaganefnd þegar þar að kemur. Ég mun að sjálfsögðu standa við það nefndarálit sem ég hef sjálfur undirritað varðandi breytingar á fjáraukalögunum, enda veit háttvirtur flutningsmaður þeirra tillögu sem hér komin til atkvæða að sannarlega er 3. umræða fjáraukalögin ekki réttur vettvangur til að taka á þeim vandamálum sem hún var hér að lýsa. Þess vegna mun ég segja nei við þessari tillögu. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, það er nú undarlegt ef það má ekki taka umræðu við 3. umræðu frumvarp sem er búið að vera hér í viku, aðeins í viku, og satt að segja hér sú sem hér stendur að stjórnarmeirihlutinn myndi nú taka á þessu mikla vanda sem er bæði í Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Og það þarf að bregðast hér við ófyrirséðum vanda sem blasir við stofnununum vegna þess að það er íbúafjöldi og það eru fjöldi ferðamanna sem allir eru sammála Og það er bara ekki nóg, herra forseti, að standa hér í pontu og segja við skiljum og vitum að vandinn er svakalegur og hræðilegur og þetta er erfitt fyrir Suðurnesjamenn og gera svo ekkert. Setja svo ekki krónu til að leysa vandann. Þetta er til skammar, herra forseti, og það er ömurlegt að vita til þess að þessi pólitísk ákvörðun ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur að svelta heilbrigðisstofnanir í Suðurkjördæmi. Til máls tekur og gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, við erum að ræða hér tillögu auka fjárveitingu til 2 heilbrigðisstofnana, Suðurnesja og Suðurlands. Ég vil ítreka það sem að ég hér fór yfir í ræðu að það hefur verið gripið til aðgerða vegna þess að við erum að horfa á þróun undanfarinna missera og ef það hefur ekki dugað til þá þarf auðvitað að taka því og ég ætla ekki að sitja undir hér einhverjum skömmum með það að við þurfum að taka á vanda víða í þjóðfélaginu. Og það fjáraukalagafrumvarp er ekki vettvangurinn til þess að bregðast við beiðnum 1 eða 2 stofnana þegar vandinn er heildstæður út allt land. Það yrðu bara mjög ankannaleg skilaboð og hér geta hv. þingmenn stjórnarandstöðunnar staðið heilagir og boða það að það sé allt of mikið umfangi í fjáraukalagafrumvarpinu og komið sér á síðustu metrunum og ætla að redda hér 1 stofnun eða 2. Það eru bara ekki rétt skilaboð, hæstv. forseti, og þess vegna segi ég nei. Atkvæðagreiðslan er opin og menn greiða atkvæði með takkanum. Hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Já, virðulegur forseti, rétt eins og ég rakti hér í framsögu með upphaf 3. umræðunnar fjáraukafrumvarpið sem við greiðum hér atkvæðum og greiðum atkvæði hér breytingartillögu sem ég ekki styð, þá röktum við það og rakti ég það rækilega að við höfum farið í aðgerðir til þess að bæta rekstrargrunn heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni. Samkvæmt upplýsingum sem lágu fyrir í fjárlaganefnd í dag er hálfur milljarður í hallarekstur á öllum heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni. Það eru mikil vonbrigði eftir þær aðgerðir sem við fórum í hérna fyrir ári síðan og við bregðumstum ekki við því með inngripi með þessum hætti sem ég er í dag, en ég ætla ekki að gera lítið úr þeim rökum sem fyrir því eru færð. Það skal vera fært hér í bækur að ég skil þau rök og ég ger ekki lítið úr þeim. En við göngum til þessa verks að ná betur utan þetta verkefni og það hefur áður þurft að gera og það þarf vandaðan undirbúning og við munum gera það, virðulegi forseti. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur Friðriksson.
Virðulegi forseti. Ég vil bara ítreka það sem ég sagði hér í fjárlagaumræðunni að vandamál landsbyggðarsjúkrahúsanna er sameiginlegt. Við þurfum að leysa það í heild sinni. Ég held að það sé mjög mikilvægt, eins og hér hefur komið fram, að það verði gert, eins og hæstv. Formaður fjárlaganefndar kom inn á. Það er líka alveg ljóst að á Suðurnesjum munu menn ekki lifa á loforðum. Þeir munu lifa á efndum. Og það er það sem er mjög mikilvægt, að þau loforð sem hér hafa verið gefin og sá skilningur sem komum fram í fjárlaganefndinni í hádeginu frá ráðuneytisfólkinu og frá nefndinni, að þau eru átt að sjá því hvað vandamálið er alvarlegt á Suðurnesjum og ég trúi því og ég treysti því að þau verði leyst. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu að síðustu hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég vil upplýsa það undir þessari umræðu hér að undanfarnar vikur hefur gott samstarf og samtal átt þetta ástand sem er á heilbrigðisstofnunum víða um landið og það vil ég sérstaklega nefnilega bráðadeildirnar á þeim kragasjúkrahúsum hér á Suðurnesjum, Suðurlandi og Vesturlandi og þessa fordæmalausu íbúafjölgun og samsetningu íbúanna og þeirra hópa sem það tilheyrir á þessum stöðum. Og ég fullyrði það að eftir þessi samtöl og samtal er mikill skilningur í ráðuneytunum og velferðarráðuneytið var á fundi velferðarnefndar síðast í gær þessi mál og hæstv. Heilbrigðisráðherra er búinn að fullvissa okkur það að það er komin vinna af stað í það að bregðast við þessu og móta framtíðarlausn. Móta framtíðarlausn á þessum málum. Ég treysti þessari vinnu og ég skil það vel og ég vil gefa hæstv. Fjárlaganefnd svigrúm til þess að taka á þessu með hæstv. Heilbrigðisráðherra og þess vegna segi ég nei. Atkvæðagreiðslan stendur yfir breytingartillögu á þingskjali 767 frá Oddnýju G. Harðardóttur og fleirum og hafi allir hv. þingmenn greitt atkvæði eins og þeir ætla sér þá er henni lokið núna. Tillagan er felld með 33 atkvæðum gegn 27. Þá er að greidda atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Herra forseti, hér eru menn að segja að þeir ætla ekki að nýta þennan glugga og hafa greitt það atkvæði að nýta ekki þennan glugga til að rétta við stöðu sem var ófyrirséð bæði á Suðurnesjum og Suðurlandi. En segjum leið að þeir ætla að vinna voða mikið í fjárlaganefnd og með framkvæmdarvaldinu að því að laga stöðuna. En það er þannig, herra forseti, að hér í þessum sal tökum við ákvarðanir fjárveitingar í fjárlögum og fjáraukalögum en ekki í einhverju spjalli við heilbrigðisráðherra eða fjármálaráðherra. Þannig að við erum sem sagt stjórnarmeirihlutinn er að segja við ætlum ekki að taka á þessum vanda á árinu 2019 en kannski gerum við árið 2020. Það fer eftir hvernig spjalli fer í nefndinni og við framkvæmdarvaldið og þetta er ekki góð vinnubrögð. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Allir hv. þingmenn greitt atkvæði, þá lýkur henni núna. Frumvarpið í heild er samþykkt með 33 atkvæðum gegn 4, 23 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og upplýsingaskyldu þeirra frumvarp 440. mál á þingskjali 612 með áorðnum breytingum á þingskjali 682. 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og gengið til atkvæða. Greidd er atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið í heild er samþykkt með 59 atkvæðum, samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið stuðningur við útgáfu bóka á íslensku stjórnarfrumvarp 176. mál á þingskjali 178 með áorðnum breytingum á þingskjali 724. 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs. Hv. þingmaður Snæbjörn Brynjarsson. Atkvæðaskýring, já, þá bíddu augnablik þá.
Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið og verður þá gengið til atkvæða og greitt atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Snæbjörn Brynjarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Virðulegi forseti, ég hef verulegar áhyggjur af því að þetta frumvarp muni koma til að valda kjaraskerðingum á meðal rithöfunda. Margir þeirra hafa þannig samningu við bókaútgáfu sína að þeir fá borgað hlutfall af heildsöluverði og ef heildsöluverðið fer niður þá fá þeir bera þess svo sannarlega minna úr býtum. Ef eitthvað hefði verið gert til að koma til móts við höfunda af einhverju móti eins og fleiri mánuði á listamannalaun eða jafnvel hækkun þeirra, þá kannski væri annað hljóð í mér núna. En eins og þá finnst mér þetta bara alls ekki nógu gott. Til máls tekur og gerir grein fyrir atkvæði sínu hæstv. Menntamálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, það er alveg ljóst að tímamótaaðgerð er að ræða. Innspýtingin í þennan geira er 17% af veltunni, þannig að þetta er veruleg búbót. Við erum að gera þetta í þágu íslenskunnar, við erum að gera þetta til þess að styrkja bókaútgáfu í landinu og ég er sannfærð það að við erum að snúa vörn í sókn og þetta er fyrsta aðgerðin af mörgum sem við erum að gera til þess að styrkja við bækur og bókmenntir í landinu. Þannig að ég fagna því að sjá hversu breið og mikil samstaða er hér í þinginu og allir eru að huga að því hvernig við getum gengið inn í þessi bókajól saman. Og gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, eins og hv. þingmaður Snæbjörn Brynjarsson, þá er ég líka félagi í Rithöfundasambandi Íslands og reyndar í öðru félagi sem heitir Hagþengir, sem er félag fræðiritshöfunda. Það er ekki eining meðal rithöfunda þessa leið. Hún er að einhverju leyti tilraun og við munum þá sjá hvernig hún fer. En þetta er samt sem áður hvernig sem á er litið og ekki hægt að fullyrða að virðisaukaskattstillagan hefði verið betri. Heldur er þetta tilraun sem verið að fara út í. Það er hægt að meta hann eftir á, það er hægt að breyta niðurstöðunni. Mér finnst þetta gott skref og því segi ég já. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Forseti, ég er sammála því að það þurfi að hlúa að íslenskri tungu, efla læsi og lestur, ekki síst meðal ungs fólks. Og í því samhengi er mikilvægt að efla útgáfu, auka lestur og bæta aðgengi fólks að bókum. Það að verja 400 milljónum beint til bókaútgáfu er ég ekki sannfærður að sé besta leiðin að því marki. Miklu frekar að beita samkeppnissjóðum til þess að gefa út góð verk, stórefla bókasöfn og aðgengi ungs fólks að bókum í námi og leik. Það er besta aðferðin. Þetta er ekki besta aðferðin. Ég vil hins vegar ekki standa í vegi fyrir þessu máli. Vonandi tekst það vel. Ég er ekki sannfærður. Ég mun vera á gula takkanum í þessu máli. Síðustu gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, þetta frumvarp er mikið fagnaðarefni. Það er gott að við séum að stíga skref til að styrkja bókaútgáfu á Íslandi og þar með í kjölfarið styðja við aukinn lestur. Ég hvet fólk sem vill gera það sem ég taldi hér upp og styðja við bókaútgáfu og við hag bókarinnar sem mestan til að greiða ekki atkvæði gegn stuðningi við bókaútgáfu. Þó að viðkomandi telji kannski að einhver önnur leið hefði verið betri, þá segi ég fyrir mína part að mér finnst það röng skilaboð sem við erum að gefa hér út að greiða atkvæði gegn þessu. Þannig að ég er stoltur yfir því að geta lagt mitt af mörkum til að styðja við bókaútgáfu. Síðan eins og hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson kom inn á, förum við yfir hvernig þetta hefur gengið og hvort að eitthvað þarf að skoða.
en bókaútgáfa er á þann stað að allt er betra en ekkert. Atkvæðagreiðsla stendur enn yfir. Síðustu forvöð að taka þátt í henni ef einhver eiga það eftir. Svo ekki, þá lýkur henni núna. Frumvarpið samþykkt með 52 atkvæðum gegn 3 og 5 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 5. dagskrármálið þinglýsingalög og fleira stjórnarfrumvarp 68. mál á þingskjali 68 með áorðnum breytingum á þingskjali 728, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið og gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið samþykkt með 59 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 7. dagskrármálið útlendingar og Schengen upplýsingakerfið á Íslandi. Stjórnarfrumvarp 221. mál á þingskjali 233 með áorðnum breytingum á þingskjali 725, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið og verður gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið samþykkt með 46 atkvæðum, 14 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 7. dagskrármálið breyting á ýmsum lögum vegna afnáms ákvæða uppreist æru. Stjórnarfrumvarp 222. mál á þingskjali 234 með áorðnum breytingum á þingskjali 727. 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið samþykkt með 59 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 8. dagskrármálið breyting á ýmsum lögum vegna laga númer 90/2018 persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Stjórnarfrumvarp 77. mál á þingskjali 77 með áorðnum breytingum á þingskjali 743, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið og verður gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið samþykkt með 47 atkvæðum, 12 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 9. dagskrármálið landgræðsla stjórnarfrumvarp 232. mál á þingskjali 247 með áorðnum breytingum á þingskjali 746, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið og gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið samþykkt með 60 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 10. dagskrármálið þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður frumvarp 471. mál á þingskjali 704, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið og gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið samþykkt með 60 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 11. dagskrármálið veiting ríkisborgararéttar frumvarp 479. mál á þingskjali 749 framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verður greidd atkvæði 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein samþykkt með 58 atkvæðum, 2 greiða ekki atkvæði. Þá verður greidd atkvæði 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. grein samþykkt með 58 atkvæðum, 2 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Fleira liggur þá ekki fyrir á þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað þegar að loknum þessum fundi og verður það væntanlega síðasti fundur þingsins fyrir jól. Fundinum er slitið.
Fundur settur á Alþingi. Svo háttar til eina dagskrármálið að of skammt liðið frá umræðu í því og þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka megi málið á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigði. Atkvæðagreiðslunni lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 59 samhljóða atkvæðum. Og þá tekið fyrir þetta eina dagskrármál, veiting ríkisborgararéttar, frumvarp 479. mál á þingskjali 749, 3. umræða. Enginn hefur kvætt sér hljóðs og umræðu lokið og verður gengið til atkvæða. Greidd er atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Frumvarpið samþykkt með 56 atkvæðum, 4 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Háttvirtir alþingismenn, nú komið að lokum síðasta fundar Alþingis fyrir jólahlé, síðasta þingfundar á árinu 2018. Undanfarnir dagar hafa ekki að öllu leyti verið einfaldir eða auðveldir hér á Alþingi. Engu að síður hefur þingið skilað góðu verki í þingstörfunum undanfarnar vikur. Samþykkt fjárlaga fyrir næsta ár lauk 7. desember og jafnframt auðnaðist okkur að ljúka afgreiðslu margra annarra mikilvægra mála innan tímaramma starfsáætlunar þingsins. Ein 44 mál hafa hlotið afgreiðslu úr nefndum og öll verið gerð að lögum eða ályktunum Alþingis. Þessi haustönn þar með orðin eins og afkastamesta í sögu Alþingis. Þessi árangur og tímanleg afgreiðsla mála til mikilla bóta fyrir einstaklinga, samtök og stofnanir sem þurfa að vinna eftir þeirri löggjöf sem hér sett fyrir áramót. Og skiptir þá ekki síst máli að fjárlög komandi árs liggi nú fyrir í byrjun desembermánaðar. Ég vil þakka öllum sem hafa lagt hönd á plóg svo að þetta mætti takast. Það ár sem nú senn að renna skeið sitt á enda markar mikilvæg tímamót í okkar sögu. Allt árið hefur þess verið minnst með margvíslegum hætti að liðin eru 100 ár frá því að við urðum fullvalda ríki. Það sérstaklega ánægjulegt hvernig þessara tímamóta hefur verið minnst með fjölbreyttum hætti land allt. Að mínu mati það til sóma hversu skólar, söfn, stofnanir, félagasamtök og sveitarfélög hafa tekið virkan þátt í því að minnast þessara tímamóta. Ég vil fyrir hönd Alþingis þakka öllum þeim sem lagt hafa sitt af mörkum til að gera þetta ár jafn viðburðaríkt og raun ber vitni. Ekki síst vil ég fá að þakka afmælisnefnd fullveldis ársins sem Alþingi kaus fyrir þeirra góða starf. Alþingi sjálft minntist þessara tímamóta með hátíðarfundi á Þingvöllum í sumar þar sem samþykkt var að stofna Barnamenningarsjóð Íslands og hefja smíði nýs hafrannsóknaskips. Til beggja þessara verkefna eru nú veitt framlög í fjárlögum fyrir næsta ár. 100 milljóna króna framlag til 5 ára mun renna í Barnamenningarsjóð Íslands og næsta ári eru veittar 300 milljónir króna til undirbúnings smíði hafrannsóknarskips. Þá mun Alþingi leggja hinu íslenska bókmenntafélagi lið við metnaðarfulla bókaútgáfu í tilefni af fullveldisafmælinu. Sérstakt framlag Alþingis til þessara fjölmörgu fullveldisviðburða var svo opið hús hér á Alþingi 1. desember síðastliðinn. Nærri 2700 manns heimsóttu Alþingi þann dag og var greinilegt að fólk hafði gaman af því að fá tækifæri til að skoða þetta fallega hús sem ein helsta gersemi þjóðarinnar. Og leið gafst tækifæri til að spjalla við þingmenn og starfsmenn Alþingis. Við höfum við sérstök tækifæri staðið fyrir opnu húsi hér eins og gert var á 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna árið 2015 og 200 ára ártíð Jóns Sigurðssonar 2011. En sá mikli áhugi sem ætíð fyrir opnu húsi sýnir að það tímabært að skoða hvort við eigum ekki að fjölga slíkum viðburðum á Alþingi. Það gæti til dæmis farið vel á því að Alþingishúsið yrði opið öllum frá hádegi 17. júní ár hvert. Í öllu falli hyggst forseti haga því svo á næsta ári þegar við leið minnumst 75 ára afmælis lýðveldisins. Annar ánægjulegur viðburður sem tengdist fullveldisárinu var opnun nýrrar og endurgerðrar sýningar í Jónshúsi í Kaupmannahöfn 7. desember síðastliðinn á heimili Ingibjargar Einarsdóttur og Jóns Sigurðssonar. Mikill fjöldi Íslendinga sem búsettir í Kaupmannahöfn var viðstaddur opnunina og einnig sungu þeir kórar sem hafa aðstöðu í Jónshúsi. Ég hafði þá ánægju að vera viðstaddur og opna sýninguna. Heimili þeirra Ingibjargar og Jóns sem var á 3. hæð hússins hefur verið endurgert á grundvelli heimilda líf þeirra hjóna í Kaupmannahöfn, byggingarsögulegra rannsókna á íbúðinni sjálfri
auk sagnfræðilegra rannsókna á heimilislífi miðbik 19. aldar í Kaupmannahöfn. Þjóðminjasafn Íslands tók að sér vinnu við gerð sýningarinnar fyrir hönd Alþingis og leysti það verk af hendi með miklum sóma. Ég vil nota þetta tækifæri og hvetja þá landsmenn sem leið eiga Kaupmannahöfn að koma við í Jónshúsi og njóta þessara sýningar. Það verður engin svikin af slíkri heimsókn. En í Jónshúsi ekki bara að finna endurgert heimili þeirra hjóna, Ingibjargar og Jóns, því eins og var á þeirra dögum húsið í dag miðstöð félagsstarfsemi Íslendinga í Kaupmannahöfn og nágrenni. Þar meðal annars að finna mjög öflugt kórastarf og þar aðstaða fyrir íslenskukennslu barna á grunnskólaaldri í Kaupmannahöfn, en 8–10 börn sækja íslenskukennslu þar hvern laugardag. Það var því sérstaklega ánægjulegt að geta fært íslensku skólanum bókagjöf í tilefni fullveldisafmælisins, en það voru 100 eintök af barna- og unglingabókinni Óskabarn sem fjallar ævi og starf Jóns Sigurðssonar og skrifuð af Brynhildi Þórarinsdóttur. Það líf og starf sem í Jónshúsi og hið mikla gildi sem það hefur fyrir Íslendinga á hafnarslóð og í nágrenni vekur áleitnar spurningar hvort ekki þurfi að stuðla að því víðar, þar sem fjölmennustu Íslendingabyggðirnar erlendis, að til komi slíkar miðstöðvar. Nú við lok þinghaldsins vil ég láta í ljósi sérstaka ánægju mína með þann góða vilja sem þingmenn hafa sýnt til að leysa úr þeim málum sem brýnast var að afgreiða fyrir jólahlé þingsins. Þá vil ég þakka varaforsetum fyrir góða samvinnu stjórn þingfunda. Ég þakka jafnframt formönnum stjórnmálaflokkana og þingflokkana fyrir lipurt og gott samstarf. Ég hef einnig átt mjög gott samstarf við formenn fastanefnda þingsins í því skyni að bæta skipulag þinghaldsins og stuðla að því að mál séu afgreidd jafnar úr nefnd en fyrr hefur verið. Ég hyggst halda slíku samstarfi áfram og funda af og til með formönnum fastanefnda í því skyni. Þá hefur ríkisstjórnin og stjórnarráðið einnig lagt sitt af mörkum með því að þingmálaskrá sé áreiðanlegra plagg en oft hefur verið, og allt hjálpar þetta til við að gera fyrirsjáanleika vinnunnar hér meiri. Þá áfram unnið markvisst að margþættri áætlun að styrkja Alþingi og búa betur að starfinu hér. Í lok þessa þingfundar, síðasta þingfundar ársins 2018, ítreka ég þakkir mínar til þingmanna, ráðherra og ekki síst starfsfólks Alþingis fyrir þeirra ómetanlegu störf og óska þeim öllum gleðilegrar og friðsællar jólahátíðar og farsæls nýs árs. Þeim sem eiga langan veg heim að fara óska ég góðrar heimferðar og góðrar heimkomu og bið þess að við megum öll hittast heil á nýju ári. Landsmönnum öllum sendi ég mínar bestu jóla- og nýárskveðjur. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Hæstv. forseti. Ég vil fyrir hönd okkar alþingismanna flytja hæstv. forseta og varaforsetum kærar þakkir fyrir samstarfið í vetur og hlý orð í garð okkar þingmanna. Ekki síst vil ég þakka hæstv. forseta samstarfið við okkur þingflokksformenn, en þar hefur áratuga þingreynsla forseta ekki síst notið sín. Ég vil einnig fyrir hönd alþingismanna þakka starfsfólki Alþingis fyrir góð störf og fúslega veitta aðstoð. Síðustu vikurnar hafa verið mörgum sem hér sitja erfiðar og öll höfum við haft áhyggjur af virðingu Alþingis Íslendinga og af dvínandi trausti til stjórnmálamanna. Okkur hér inni greinir á margt og það eðlilegt að hart sé tekist á ólík sjónarmið. En Alþingi Íslendinga ein af grunnstoðum samfélags okkar. Og ef ekki ríkir innbyrðis virðing og traust innan veggja Alþingis, þess ekki að vænta hér utandyra. Við verðum að finna leiðir til að breyta stöðunni Alþingi í hag. Ég vona að jólin verði gleðileg og að við mætum aftur vel stemd til að takast á við þær áskoranir sem bíða okkar hér í þessum sal á nýju ári og verða vonandi til þess að efla Alþingi og hvert og eitt okkar sem manneskjur. Ég ítreka þakkir okkar til hæstv. forseta og starfsfólks Alþingis og bið þingmenn að taka undir orð mín með því að rísa úr sætum. Ég þakka hv. 6. þingmanni
Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir hlý orð og góðar óskir í minn garð. Ég þakka hv. alþingismönnum fyrir að taka undir orð hennar og ég tek undir þakkir til starfsmanna Alþingis. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti. Forseti Íslands gjörir kunnugt að ég, að tilskildu samþykki Alþingis, veiti forsætisráðherra umboð til þess að fresta fundum Alþingis 149. löggjafarþings frá 14. desember 2018 eða síðar ef nauðsyn krefur til 21. janúar 2019. Gjört á Bessastöðum 13. desember 2018, Guðni T.H. Jóhannesson, Katrín Jakobsdóttir. Forsetabréf frestun á fundum Alþingis. Ég vil nýta tækifærið hér og þakka fyrir gott samstarf framkvæmdarvalds og Alþingis á þessu þingi, þar sem af þessu þingi. Ég átti góðan fund með forsætisnefnd og þingflokksformönnum hér í haust, þar sem kom fram að við vorum öll sammála mikilvægi þess að skipuleggja þingstörfin betur og það gleðilegt að sjá að það hefur gengið eftir að einhverju leyti að dreifa þingmálum jafnari yfir veturinn og hafa skýrara skipulag á hlutum og það hluti þess að við ljúkum núna þingi á réttum tíma samkvæmt starfsáætlun. Ég vonast til þess að þetta góða samstarf geti haldið áfram þegar við fundum á ný forsætisnefnd og þingflokksformenn og sú sem hér stendur á nýju ári og förum yfir framhald þessa þings. En samkvæmt því umboði sem ég las hér upp áðan og með vísan til samþykkis Alþingis lýsi ég því yfir að fundum Alþingis 149. löggjafarþings frestað. Ég óska þingmönnum, starfsfólki Alþingis og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og velfarnaðar á nýju ári.